Í dæmi 25 eru við beðin að finna meðaltal talnanna sem er gefin hér að neðan. Ég ætla bara að sýna ykkur hvernig við vinnum með þessi reikniföll. Við skulum sem þetta nota reikniföll til að finna þetta út hér. Almenn aðferðin er sú að við sjáum að hér er fjöldi talna 5 og heildarsumma þeirra er 165 og til þess að finna meðaltalið, sem sagt formúla fyrir meðaltal er heildarsumma talna deilt með heildarfjölda þeirra, sem sagt 165 deilt með 5 í þessu tilfelli. En við erum með reiknifall til að finna þetta. Og þá förum við hingað inn, insert function. Og þið getur mögulega að velja hérna all eða eitthvað slíkt, en ef þetta kemur upp og þið sjáu hérna average er samt reiknifalli sem finnur meðaltal, þá bara ýtið á það og veljið það. Og þegar þessi valmynd kemur upp, þá dragi ég bara yfir töluna sem við erum að vinna með í hvert og eitt skipti. Þetta eru samt töluna sem við viljum finna meðaltali á. Við erum búin að velja þær og ýtum á OK. Og þetta ætlum við að gera við restina af tölunum. Og hérna sjáum við að það eru jafnmargar tölur hérna í B og C. Þannig að ég ætti nú að geta dregið niður að því ég ætla að gera nákvæmlega sama í þessum næstu. Svona. Svo skulum við bara fara aftur hérna. Velja average. Og við erum sett í D-lið. Og veljum við bara töluna sem eru þar. Og ýtum á OK. Og þá er svarið okkar komið. Þetta er aðeins núna hérna í 26. En okkur er þó sagt rosalega margt. Við erum með 5 tölur, sem að fjöldi talna er 5. Meðaltali á þeim er 10. Og ef við með 10 tölur, meðaltal 10 og fjöldi talna er 5, þá veit ég að ég er með heildarsummu þeirra upp á 50, af því að 5 sinnum 10 er 50. Heildarsumma þeirra talna sem er gefin, sem við erum með óþekkta stærð hérna, A, við skulum bara finna hana. Átósumma hérna, þessar tölur sem eru gefnar, svona, og 31. Og hvað vantar okkur upp á? Ef við gerum svona þá, 50 mínus 31, svona. Þá er rauninni til þess að fá þetta hérna, þetta verður sem með heildarsummu 50, þá þurfum við að hafa þetta sem 19. Svona.